Miami equals black mask, black gloves with a little bit of rope to tie. I flipped it. Black suits, white shirts, black glasses with a matching tie, like Agent J or Agent K. And I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make $1 billion out of 15 cents. Understand, understood. I'm a go-getter, mover, shaker, culture, barrier border, record breaker. Won't you give credit where credit is due? Don't you know that I don't give a number two? Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Hvað Nexus? Hvað Nexus? Nafnið eða bara staðurinn? Búðin? Búðin? Þetta bara verslun fyrir spes samfélag sem hana heima á Íslandi bara, sem við reynum að höfða til vissan geira sem eru myndasögur, aðalega, bækur og þá helst í svona fantasíu, vísinda, skáldsögu geiranum, safnvörur fyrir safnara, spil fyrir spilara og helst þá þessi hvað kallaðist hlutverkaspilin, gefa sér hefðbundið borðspil sko. Það get mikið glútó hér, þótt að reynum að selja það. Hvenær var Nexus stofnað? Það var alveg síðan, það hét fyrst Myth, svo hét það Mithrid, Mithrid var annað sko, skipti sig það, svo hét það Fáfnir, þetta búið að vera alveg síðan 94 eða 95. Ég fór að koma í Myth eitthvað 90. Þetta byrjaði allt saman sko í myndasögu bókadeildinni í Eymundsson hérna í bænum, fyrir fram að Hlemm, sem orðið núna einhver hvað heitir það, fataverslun sko. Þannig, svo var þetta svona spilarbúð með myndasögunni sem heit Myth, sem var hérna á Rauðarárstíðinni. Það alveg eitthvað 93 eða 94. Hvað kom nafnið Nexus? Nexus? Bara, nördanafn, sko. Þetta byrjaði, hét fyrst Nexus 6, sem vitnaði til vélmannagerðarinnar, eða gervimannagerðarinnar, í kvikmyndi Blade Runner. Það mótilið á vélmennunum þar, sko. Android, Nexus 6, sko. En það virtist vera eitthvað svolítið flókið eða eitthvað, þannig við bara breyttum í Nexus. Nexus svona, líka nafnið, eða orðið Nexus svona það sem dregur að sér ýmsa heima, sko. Þetta svona miðpunkturinn af það sem væri kannski þá aðrar víddir og svona, sko. Já. Það líka, það alveg kemur fyrir mörgum myndasögum og vísita skáldsögum, sko. Af hverju heldurðu að Nexus sé eina myndasögubúðin á landinu? Það voru enginn að keppa fyrir fleiri. Það sko, ef einhvað, þá myndi kannski aldrei að vita að Nexus myndi færa út hvenær sko, ef það myndi verða þá það kannski bara, opna eina búð á Akureyri og svo bara búið. Það hafi þetta verið, aðrar svona myndasögubúðir sko, það alveg mjög langt síðan. Það var þegar þetta hét Myth eða Fáfnir og það var önnur búð lengra inn í bæ sem hét Mithrid sko. Og þá var aðalega, og hún tileinkaði þessum Dungeons & Dragons hlutverkaspilahópi sko. Og mjög lítil búð, þeir voru með líka smá safna myndasögum sko. En síðan bara þetta bara búið að færast yfir í Nexus og við erum eina myndasögubúðin, eða það sem kallað svona athafnabúð í Evrópulöndunum, eða í Norðurlöndunum sko. Það ekki til svona, þannig séð svona búði eins og í Hollandi eða eitthvað sko, eða Noregi. Það sem bæði með myndasögur, skáldsögur, leikföng, DFD og spil. Já. En hvernig bækur seljið þið? Eins og ég segi, það helst fantasíur, vísindaskáldsögur og svo það í svona öðrum geirum, hryllingsskáldsögur og úlingafantasíur, bara reynum að fylgja tíðarandanum í því. Það svona vinsælast, Twilight, Hunger Games, fantasíu, Game of Thrones, Song of Ice and Fire serían sko. Svo erum við þetta með alls kyns sko, bæði handbækur og teiknibækur, matreiðslubækur og prjóna og hannyrðabækur því að
í rauninni allt sem að getur flokkast undir einhvern svona almennan nördaskap því að það til sko endalaust af prjónanördum og matreiðslunördum. Nördaskapur er ekkert endilega bundinn við dreka. Dreka eða myndasögur, gauðra í þröngum búningum sko. Þetta er alveg, veist hvað, já. Hvernig leikfeng seljið þið? Allskynsleikum. Helst einhvað sem er kannski innan við það sem er vinsalast í dag, eins og til dæmis nú er það Avengers sko, vinsalasta mynd í heiminum í dag og þá eigum við þetta Avengers leikfeng. En svo erum við líka þetta með fyrir alla aldurshópa og bæði stelpur og strákar, stelpur og strákar sko og þá reynum við að hafa svona vinsalasta leikfenginu því. Við erum að fara að fá Lego og svo samt aðalega þessar safnvörur svona sem við erum með, svona lyklakippur og svona derhúr og bánsar og svona einhvað sem finnst alls ekkert neins staðar sko. Það reynum við að hafa sko, fígúrur og kvikmyndum sko, hryllingsmyndum og svona Tortínandinn eða Freddy Krueger sko, það finnur það hvergi annars staðar sko. Hvað ef þið eigi ekki vörun á lager? Bendu það. Já. Það rættu við henni bara. Við reynum alltaf að koma vel á móts við alla kuna. Ef við eigum ekki vöruna, þá bara reynum við að redda manneskinu vörun. Og líka ef varan hefur aldrei verið til, þá reynum við þetta að finna út úr því og reyna að redda fyrir vörun. Manneskinu hefur þetta, það er margir með mismunandi smekk sko, á öllu sko. Ég held að við þurfum alltaf að spyrja þessa spurningu. Já. Ég held að þetta sé komið gott, við vonum ekki með það mikið af þessu spurningu. Takk fyrir.